Spurning hérna með hérna að þýma þetta og setja inn CSS-ið, þá í raun þessi pæling þegar við erum að nota þessa komponenta, og eitt af því sem mjög sterkt í React komponent módelið sem við höfum og getum verið að vinna með, og getum þá hérna eins og ef við ætlum að búa til þetta accordion hérna á eftir, við ætlum þá að segja hérna við séum með accordion tsx og við erum með accordion.module.css eða bara .css eða setjum bara upp hérna upp SAS líka. Þá það sem við erum að gera hérna í raun að við erum að importa, og það lenskan að setja s fyrir styles from, svo hérna bara accordion.module.css og svo erum við að exporta accordion og það hefur einhver props og hérna returnum við einhverju sem þá hérna eitthvað section og þá segjum við class name hérna og við segjum s.accordion og lókum þessu og þá erum við síðan með þennan hérna og við setjum hann hérna, þá segjum við hérna .accordion og þá erum við með hérna accordion og við segjum eitthvað background color pink og þá erum við búin að húka saman hérna stílunum við þetta og þá þetta að nota hérna CSS module sem við fórum aðeins yfir senast til þess að passa upp á það að ég get nota núna accordion einhverstaðar annar staðar og það bara virkar og þá þetta líka þannig að ég að co-locata stílana með markupinu og lógikinni fyrir komponentinu og þá þetta í raun þetta að við getum splittað þetta og sett við vorum með hana í sýndæminu allt í einni skrá og núna getum við sett þetta á viðeigandi staði þar sem að viðeigandi hlutur með viðeigandi stíla á sama stað og sem að getur alveg verið svona upplifunin að þetta sé svolítið svona eitthvað vesen en þegar við skölum upp verkefnin okkar og erum svona að vinna saman fleiri þá það ótrúlega sterkt að geta verið með þetta bara hérna saman og ég get bara farið hérna, ég með verkefni að útfæra accordion, þú ert með verkefni að útfæra datamóduli fyrir síðuna og þú ert með að setja upp myndirnar og þú hérna eitthvað að tengja eitthvað annað og við getum gert þetta allt bara og verið með okkar eigið verkefni án þess að vera að hafa áhrif á einhvern annan. Það ekkert eitthvað eitt style CSS sem ég fer inn í og breyti og það hefur áhrif á alla hina og merge konfliktur og eitthvað svona. Þetta bara svona, við skiptum þessu upp. Þannig að það það sem maður myndi þurfa að gera til þess að setja þetta þannig upp. Þannig að við erum komið núna með þetta accordion og sjá, við vorum með slatta einhverjum lorem ipsum texta þarna. Já, ef við kannski hendumst aðeins í gegnum hérna og útfærum eitthvað svona að viti og við vorum að tala að við ætlum að setja upp, svo lítið pláss hérna, setja þetta upp hérna og við ætlum að segja það að við erum með þetta content og það optional og það ætlar að vera bara eitthvað page content item og þá hérna erum við aftur búin að búa til einhverja aðra típu þá getum við búið hana til hérna og við getum sagt að page content item á að vera eitthvað type og type getur verið text þá erum við bara að segja að þá bara verið nákvæmlega text þá ef við ætlum að útfæra þetta hérna að þá þetta orðið array af einhverjum nýjum objectum þar sem við erum með eitthvað sem heitir type text þá verður ég að gera þetta svona þá kvartar TypeScript hérna þetta verður að vera vant á type og þá segi ég text og svo ætlum ég að segja ok og það ætla bara að vera aftur með ég ætla bara aftur að nota hérna content og það þá vera stringur og það verður að vera stringur hérna content og hérna ætla ég bara að taka einhvern bit af lorem ipsum og setja hérna þannig nú ég komið með eitthvað svona ok og svo get ég tekið hérna og þá vera önnur content block en ég get hugsað þetta á að fara inn í p-elementi eitthvað ok, svo ætlum ég að segja hérna ég geta sett núna hérna sett inn image líka þá ætlum ég að segja hérna type image og ég vil segja source á að vera bara eitthvað
fyrir hérna á Unsplash, fyrir hérna blóm, það er blóm hérna á iStock Photo. Ég fór inn á þetta því að fucking iStock Photo keypti þetta til þess að geta gert nákvæmlega þetta, selt mér myndir þegar ég kom hingað sérstaklega til þess að sækja myndir sem ég þurfi ekki að borga og ekki að ágjöra hérna royalties á. En ég ætla að segja hérna á að vera eitthvað mynd. En nú er komið hérna, ok, nú þurfum við eitthvað type hérna. Þannig að hvað gerum við þá hér? Þú veist, þegar við erum búin að segja hérna þetta á bara að vera text. Þú veist, eða image. Ok, þá er það komið, ok, þá er komið source hérna. Þá vil ég segja hérna source á að vera string. Og þá er einhvern veginn, þá byrja allt hitt. Þannig núna er einhvern veginn komið svona, þú veist, þetta meikar ekki sens. Þannig að það sem við getum gert er að búa til union types sem þá að segja að þetta er einhver típa af einhver ákveðin típu eða einhver önnur típa. Og þá getum við sagt að við ætlum að segja að þetta page content item geti verið þetta. Þá getum við farið enn lengra og búið bara til enn nýja típu sem heitir bara page content item text. Og við ætlum líka að búa til sem sagt accordion og image. Þá ætlum við að taka bara allt þetta hérna, setja inn í text og þá ætlum við bara að mótala hérna, ok, accordion, og að vera type accordion, þá að vera með title sem er string og þá að vera með items sem verður bara eitthvað any sem við ættum að skilgreina og image á að vera type image og þá að vera með source sem er string. Yfirleitt er þetta nú svona hérna, ég er að gleyma mér hérna. Svona. Og þá erum við með hérna og þá getum við sagt bara að þetta á að vera page content item text eða page item accordion eða svona eða image. Og þá er þetta núna orðið í lagi og ég get verið hérna með type image og ef ég gerir content eitthvað þá fæ ég villu út af því að núna er í raun compilirinn nógu snjall til þess að geta lesið í gegnum típunar okkar og sagt, heyrðu, út af því að þú ert með type image þá er ekkert content, það er ekki til staðar. Þú veist, ef þú ert með type image þá ertu alltaf með source, ef þú ert með type text þá ertu með content. Þannig að þetta er hérna virkniði sem að er bara til staðar í þessu og hún innförar hvað er hvað út frá því hvernig við erum búin að setja upp. Þannig að við erum þá komið þetta hérna og við erum komið eitthvað hér og okkur langar sér á lokum að segja hérna ég ætla að vera með type accordion og þá fæ ég bara autocomplete hér út af því að hún veit að ég er að gera object inn í array sem á að vera þessari típu, þannig að það er bara augljóst hvað má og hvað má ekki. Og það var eitthvað hérna og þetta þarf að vera spurt og svarað. Svo erum við eitthvað items og þá er ég aftur komin, ok, núna hvernig vil ég setja upp þetta content og þá getur ég bara sagt, ok, þá aftur að vera eitthvað hérna og þá bara að vera key sem er bara hvað er 1 + 1 eða kannski bara Q og A, þú veist, það er bara hérna, þú veist, hvernig viljum við kalla þetta? 2. Og hérna, svona vill ég reyna að þetta sé svona, svo bara eitthvað, hvað er lorem, þá segjum við bara, það er eitthvað hérna texti. Og þá er þetta, þú veist, TypeScript er ekkert að kvarta hérna, út af því að þetta er any. En þetta þýðir þá líka að ég missi allt öryggi sem að typingi gefur mér. Út af því að ég geti bara sagt líka bara eitthvað hérna foo null eða þetta bara vera false. Þú veist, og ég er bara á nákvæmlega sama stað og ég væri ekki með TypeScript. Sem er ástæðan fyrir því að við viljum í langflestum tilfellum leggja á þá vinnu að tæpa þetta bara alveg í drasl. Bara, þú veist, eins og þetta á að vera. Af því við sjáum alveg hvað það er sem við erum að vinna með hérna. Það er bara á okkur að hugsa til enda hvað er þetta. Og þá getum við sagt hérna, við getum sagt items á að vera array og þá getum við sagt, ok, ég nenni ekki að vera
á þessum tímapunkti þá nenni ég ekki að vera að búa til nýtt type. Þá get ég bara búið til type bara inline hérna og ég get bara sagt Q sem string og A sem string. Og allt í góðu hérna, nema þá segir ég hérna þetta má ekki vera false, þetta á að vera strengur. Þannig nú er ég búinn að uppfætta þetta og það eru engar villur í þessu hjá okkur nema við erum bara ekki að nota þessi gögn hérna. Þannig að þá get ég farið hérna og ég get þá búið til eitthvað hérna page content gaur og hann ætlar að sjá það að taka gögnin úr þessu hérna þegar ég er að segja ég er að búið til almennt bara eitthvað form fyrir síður hjá mér og hann tekur þá inn þetta sem við erum að segja sé contentið sem þá array af page content item og birtir það. Þannig við ætlum þá að búið til component hérna og við kalla það eitthvað page content og við ætlum að exporta hérna function sem heitir page content og svo hérna kemur þetta sem fegurðin við TypeScript að ég get sagt núna að hérna eitthvað content og það á að vera af típunni ekki þetta heldur page content item og þá get ég bara exporta típunni hér og farið hingað og sagt svona fært þetta aðeins hérna og importað típunni og þá get ég bara sagt hérna þetta verður fylki og þá í raun bara spurning hvað vil ég gera til þess að birta þetta en ef við tökum bara fljótlegustu leiðin í gegnum þetta sem þá bara að segja ég ætla bara að nota switch ég ætla að nota content.forEach item þar ætla ég að nota switch þannig að nú er ég með item og þá get ég farið hérna og ég sé að þetta í raun page content item og þá get ég sagt switch á switch item.type vá, ég er bara switch sko, ég er svo hausinn á mér hvernig skrifa ég switch? Ég er bara stúluð um mér hæ? Já, svona, já, ég er bara svona ég er að fá svona ógeðslega óþægilegt veit ekki hvort það sé aldurinn eða COVID eða eitthvað og það er bara svona detta hlutir úr hausnum á manni og það er alveg svona, þú veist scary óþægilegt allavega, við kunnum að gera switch eða ég kunni að gera switch, ok og þá fæ ég hérna case-in og þá er typing upplýsingarnar að propagata í gegnum þetta allt þannig ég get ekki switcha á eitthvað sem er ekki í type þannig hún veit að ég er að switcha type og type getur bara verið nákvæmlega text, accordion eða image þannig ég get ekki gert þetta þetta er bara bannað því að þetta er ekki neitt þetta er ekki skilgreint þannig ef ég myndi vilja gera þetta þá þyrfti ég að skilgreina þetta þannig að þá erum við hérna og þá ætla ég að segja accordion ekki svona heldur bara accordion svona og case image og þá erum við með þú þarft ekki að svega hana að segja já það er í raun það er í lagi að setja það svona en þú veist hitt líka í lagi já. þetta svo erum við með text og þá gerum við return og þá vitum við í raun hvað textin þannig að við getum í raun sagt bara item.content út af því að það er sama við vitum hvað við erum með út frá typing svona já, vantar típunkt hérna og þú veist svo erum við aldrei að fara að koma veist, hérna, þetta er aldrei að fara að gerast en við getum svo sett það bara til að vera örugg og þú veist, ef við myndum bæta ykkur við og gleyma að setja það inn en nú erum við með
þetta, þá getum við sagt hérna item.source svona og svona og hérna erum við með einhverja villu þannig að við importum þessu, við segjum content er page about hvað er þetta? About data.content og nú getum við séð hérna it's return type void is not a valid JSX element þannig að jú við þurfum að gera þetta svona og svona og þá getum við að séð hérna þannig að núna er þetta að skila JSX element eða null og fylki af því hendum þessu bara búið með þig byrjum við eða undefined já, þannig hérna erum við þetta kemur inn sem þetta en það sem við sögðum í rauninu veru hér var að content er optional sem er þetta hérna þannig að það er mismatch á milli þess sem við erum búin að skilgreina hér og það sem við erum búin að hérna skilgreina í þessu þannig að annarkvort þurfum við hérna að segja hvað ef þetta er undefined hvað þá getum við notað hérna null coalescing operator eins og segir ef þetta er null eða undefined þá á þetta að vera fylki tómafylkið og þá verður bara ídreið gegnum það eins og ekkert sé hérna erum við ennþá að sjá eitthvað hérna þannig að hérna getum við sett svona og svona og svo getum við sett þennan gaur hérna sem er React fragment sem er í raun þetta þegar okkur vantar eitthvað sem er ekki neitt og það eina sem það er að gera er í raun að rappa einhverju öðru Þetta er alltaf foreldri já, út af því að við viljum skila foreldri hérna getum við gætum struktúrað þetta öðruvísi en þetta er bara einföld leið út úr þessu sama er síðan hérna er í raun að út af því að við erum að ídreið gegnum hluti og svo við fáum þetta bara til að virka áður en við gerum eitthvað annað og sjá about þá sjáum við hérna textin okkar accordion myndin okkar fína og svo textin tilbaka þannig að nú erum við búin að byggja eitthvað sem er að reyna að taka inn einhvern gagnastruktúr sem er vel típaður senda inn með eitthvað komponent sem er síðan að senda þetta áfram og við þurfum að þetta hérna svo við sem að skila í einu elementi en það sem við þurfum líka hérna og er svolítið falið út af því að við erum ekki að nota lykju er að það vantar lykil hérna key fyrir hvert og eitt einasta item af því að við værum eitthvað að gera þarna ég geti ítið okkur takka sem myndi fjarlægja þessa blokka texta eða ég bæti við með ítið okkur texta þá veit React ekki hvað þetta er út af því að React er í raun bara með einhvern algoritma sem að athugar er þetta tré eins og gamla tréð og til þess að geta sagt til það í þegar við erum með hérna mörg börn þannig að það er hérna þá kemur það í raun ljós hér það var ekki grip í lintinginu að hvert barn þarf að vera með unique key þannig til þess að losna við þetta þá þurfum við að setja eitthvað hérna og út af því að við höfum eitthvað sem er eitthvað frábær lykill þá getum við bara sagt hérna tökum bara teljaran í gegnum mappið okkar og setjum það sem key á hvert child Það getur ríðendara tréð já, getur við já, og þetta er ekki, þetta er ekki stabíll lykill af því að ef við myndum bæta við fylkið einhverju fremst þá riðlast allt og þú getur fengið bugga, þetta er við erum að bjóða bugg í heimsókn þarna út af því að ef það gerist þá bara allt inni var eitthvað sem að myndi texti en við bættum við texta fyrst og þá bara þannig að oft viltu fá einhvern stabílan lykil sem er þá oft eitthvað ID eða þú getur fengið við getum bætt því við hérna og við getum í raun sagt að allir þessi hérna gaurar þurfa að eiga eitthvað og þá getum við sagt hérna ID sem á að vera strengur það sem við gerum þá
er í raun að segja að hérna nei, þetta þarf að vera svona að þá er í raun union typeið af þessum hérna eins og það var, nema nú þurfa þau öll líka uppfylla það að vera með eitthvað ID og þá getum við þurft að fara hérna og þá myndum við þurfa að manage sjálf ID-ið, þetta er nummer 1 en ofta tíðum lætur maður þetta svolítið liggja myndi hluta og svona kannski sumir vita af þessu, aðrir bara veit ekki af þessu fyrir að lendi í að fá eitthvað svona leiðinda bug sem er eftir að debugga. Svona getum við nota þessar típur og alveg er tíma, ég ætla að fara yfir smá hérna að síðan getum við sagt að þetta akkordjón okkar hérna að það er ekki svona, heldur viljum við að það sé akkordjón komponentin sjálfur sem við viljum að búa til. Hann ætlar að taka inn eitthvað title, það ætlar að vera item.title og það ætlar að taka inn items sem er þá í raun item.items og þá erum við komin aftur hingað og þá erum við aftur komin hérna og þá erum við bara aftur að búa til nýjan komponent og aftur getum við bara notað eitthvað típunar og við vitum nákvæmlega hvernig gögnin, hvert formið á gögnunum er og það er eitthvað title og það er eitthvað items og þetta á aftur að vera eitthvað hérna sem við exportum úr þessum gaur hérna. Hann á að vera svona, þá ætlum við að taka þetta page content svona. Það er gott praktis að vera með þetta bara á staðnum sem þú veist til og exporta stílunum það en það sér stað. Nei, það er einmitt mjög góður punktur og eitthvað sem ég myndi gera núna þegar ég er búinn að svona, ég veit hvernig þetta virkar, ég er búinn að láta þetta virka, þá myndi ég taka allar þessar típur hérna, ég myndi setja þær í eitthvað svona types skjal, það sem að ég er bara held þeim saman og svo myndi ég hugsanlega vera með eitthvað utils föll sem ég myndi nota eitthvað tippunar eitthvað, þú veist, bara eftir því hvað meikar sens fyrir uppsetninguna á forritinu okkar. Þá veit ég hérna, ég er með þetta hér og þá get ég verið með hérna title svo get ég aftur verið með hérna og hérna veit ég raun að ég er með einhver items og ég ætla bara að mappa beint í gegnum þau og það er bara eitthvað aftur hérna ég ætla aftur að return einhverju hér og svo erum við með þetta einhvern veginn svona þá þurfum við aftur að vera með key svona þetta ætla þá að vera item punktur aftur típunar eitthvað bara flæði í gegnum allt saman svona nema ég veit hérna að ég ætla að vera með eitthvað accordion item af því að þarna vill ég fara síðan að vera með eitthvað sem ég get togglað eitthvað state þetta er opið eða lokað þannig að þá þarf ég aftur að gera hérna og það er eitthvað q er item.q a er item.a svona og þá get ég venjulega myndi maður setja þetta líka í nýtt svona, það er einhverjum sem segja þú veist bara eitt komponent per fall en við ætlum bara að gera hérna og við ætlum að segja bara það er q og a og núna núna er ég að sjá þetta sem ég nefndi ekki að setja típun á þann núna myndi ég eiginlega vilja þessa típu hérna ég vil eiginlega geta sagt accordion item sem er þá þetta hér og þá get ég sagt ok hvað á það að vera og það að vera bara heita stóru og góðu nöfni hérna kosturum við það að skýra þetta svona löng breytuheiti auðveldar að leita þeim í kóðanum þá er komið þetta og hérna eftir að importa þessu þetta er að kvarta type is missing in type, ok þarna er aftur, þú veist ég veit þetta og þetta er bara út af því að típunar, þú veist þarna er komið svona með ég gæti í raun skipt upp típunum önnur sem er í raun, ég geti verið með union sem segir þetta er típan og svo gagnatípan en fyrir já þið farið bara að þið viljið, ég hérna ætla að reyna að klára þetta function implementation já, ég ætla að gera svona
Svona, og þá er ég með þetta hérna. Þetta er þá aftur hérna út af því að við erum ekki búin að returna neinu. Þá erum við þetta svona, þetta kom. Og þá ætla ég að segja hérna að hér ætla ég að returna bara fragmenti, af því að ég vil geta haft hérna H3 sem er með button, sem er með onClick, bara eitthvað onClick handler. Þetta á að vera Q, question. Út af því að við horfum á HTML sem við erum að búa til, þá erum við eitthvað lið hérna og þá getum við sagt sko, ok, meikar að sense að vera með div inn í liðinu, eða meikar bara meira sense að vera með þetta þannig. Það er bara, komin aftur á bara hvað er merkingafræðin sem við erum að búa til í HTML-inu mínu. Þannig að við gætum alveg eins haft það sem div sko. Já, og það myndi alveg meika sens þegar við förum svona að reyna að stíla þetta. Við myndum vilja passa upp á, við þurfum annan container þegar við þurfum að flexa þetta og þá þarf að vera flex container og þá þurfum við að eiga hann þarf að vera element. Þú getur ekki sett með að klasa eða crossnames eitthvað á? Nei, þetta verður bara algjörlega bara rendera sem ekkert. En bara React heldur utan þetta og man að þetta er svona. Þú getur þetta ekki bakið töldu og lefa okkur að steppa til? Að setja að setja hvað? Að setja eitthvað hérna á hérna. Eða þá þarf alltaf að setja eitthvað element og hvaða element myndir þú setja, þannig að þá ertu bara komin samanstað, þá setur þú bara div. Við gerum hérna hidden, þá er það hidden, annars er það block og það er A. Svona. Hvað ertu? Einhvers vegar eru að gleyma lokangru, já, svona. Svona. Og þá ætlum við að segja í raun, og þá hérna loksins komum við á einhvern stað þar sem við erum í raun með eitthvað state sem við viljum vera með og þá erum við komin alveg rosalega djúpt ofan í React tréð okkar og þannig erum við bara eitthvað og hérna verður þetta mjög bara svona frekar elegant. Þannig er ég bara búin að senda þetta inn, svo bara á okkur itemi og það heldur bara utan að er ég opið eða ekki. Og öllum öðrum er nákvæmlega saman hvað þetta er. Þessi bara sér sitt eigið state. Og þá segjum við hérna set state, use state heitir það. Og þá er það aftur, það er generic þegar við erum að nota TypeScript. Og þá getum við sagt hérna, það er einhvern boolean sem við erum að fara að manage í þessu statei. Og þá segjum við false er upprunalega þegar það er true, það er falið til að byrja með. Og svo segjum við hérna onClick og við ætlum bara að setja set hidden og hérna getum við sett þess að current state set hidden svona. Þá erum við að toggla út frá því state sem að við vorum með. Já. Svona. Getur við náttúrulega bara hitt hann? Eða uppfröfnum ekki hitt hann? Hvað það er maður? Jú, það var bara, hitt er í raun, þetta er af því þetta er í raun þegar React uppfærir state, þá uppfærir það í svona, það junkar saman hluti. Það uppfærir ekki allt state nákvæmlega þegar þú kallar í set state. Þannig að ef þú setur fall, þá ertu að segja að fallið er að tryggja það að þú sért að þetta gerist í raun og veru sem atómísk aðgerð. Ég tekin eitthvað state og ég er með það þegar ég togglaði. Af því að þarna geti ég dundra á takkan, þá gæti ég verið komið með eitthvað óljóst state, sko, að hidden sé true en ég sé samt að birta efnið. Þannig að það er hægt.
og það er í raun svona aftur svona núansi sem að hún mynd örugglega ekki lendi í 99% tilvika, en svo þegar hún lendir í því þá er eitthvað bara algjör headscratcher bara sko hvað er í gangi. Þú segir það hidden og hvernig gerir það? Þá er í raun Previous stated. þá tekur það inn og það er í raun previous stated og svo skilar í raun Já, nákvæmlega. ég held að það sé bara svona sko. Já, þú veist, þannig að það er í raun ég var aðeins að flækja þetta of mikið fyrir mér. Þannig að núna er spurning sko hvort þetta sé komið hérna. Það er eitthvað bilað en við erum alltaf þú veist, að birta Q&A dótið okkar núna og þú veist, þá er spurning hvað er bilað. Setjum hérna bara eitthvað svona hidden, false, true, hidden, true, hidden, false. Ok, er þá hérna, er ég að gleyma styles. Já, ég bara kann ekki lengur CSS. Display hidden, display none sko. Þannig að núna er ég komið með þetta og þú veist, ég gleymi stateinu þegar ég reloada og ég kom með þetta hérna og nú get ég í raun gert þetta svona og beauty við þetta að vera búin að setja þetta upp í þessu formi hérna er það að já, það eru fleiri spurningar. Það eru bara komnar og ég get bara gert það sem ég vill við þetta og svo núna get ég í raun, ég get flækt þetta ef ég vill. Myndi ég vilja þannig að ef ég opna þennan og opna svo þennan þá lokast þessi af því að þannig vill ég bara virknin sé. Þá þarf ég að færa stateið upp úr því að vera inn í hverju itemi yfir í að vera containerinn og hann þarf að halda utan hver er opinn og svona, en þá er sú breyting á sig samt þá bara stað í þessu hérna skjali og ég get bara alveg hægt að hugsa allan hinn heiminn sem ég er með í forritinu mínu. En þetta er alltaf svona TypeScript, React og við erum runnin út af tíma. Já, sorry, ég ætla nú ekki að halda ykkur svona lengi. Það er síðan verkefni 5 og hópverkefni 2. Ég ætla bara að taka upp stutta kynningu á því, en ég sendi ykkur bara slóðina og þetta eru bara lýsingar á verkefnunum og svo förum við bara nánar yfir það í næstu viku og svo setjum ég inn verkefni 6 og við höfum það valkvæmt þá sem hitt og látum 5 bestu gilda út af svona hvernig ykkur líður með workload í lokin á misserinu. En annars bara takk í dag.